Fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis og ég vil bjóða velkomin á fundinn Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra, Unni Gunnarsdóttir fyrrum vara seðlabankastjóra fjármálaeftirlits og Björk Sigurgísladóttir vara seðlabankastjóra fjármálaeftirlits. Og ég vil einnig nota tækifærið og óska Björk til hamingju með nýtt starf. En efni þessa fundar skýrsla fjármálaeftirlitsnefndar Seðlabanka Íslands fyrir árið 2022. Gert ráð fyrir að fundurinn standi í að hámarki 90 mínútur. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst muni gestir vera með stutta framsögu málefni fundarins. Að því loknu gefst nefndamönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndamaður fær orðið. Nefndamenn beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndamenn innvörðungu beina spurningu til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðna fundarefnið sín á milli. Nefndamenn og gestir jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Og þá ætla ég að hefja þennan fund og gefa Ásgeiri Jónssoni seðlabankastjóra orðið. Ég þakka þér fyrir. Þarna núna liðin eitthvað með 3 ár síðan að Seðlabankinn og fjármálaeftirlitið sameinuðust og við höfum sjálfsagt fengið mjög mikið verkefnum á þeim tíma. Þá fengum við náttúrulega faraldurinn beint í fangið í rauninni 2 mánuðum eftir að sameiningin átti sér stað. Og það í rauninni einrum álit allar þessi hafi fjallað að sameiningin hafi gengið vel. En náttúrulega mesta breytingi við sameiningu náttúrulega það aukna umboð sem að Seðlabankinn hefur fengið hvað var að fjármálastöðugleika. Fjármálaeftirlit hefur svo sem verið í svipuðu horfi og áður. Ég bendi líka á það að núna held ég síðar í dag að þá mun Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kynna viðamikla úttekt á Seðlabankanum eða fjármálaeftirliti og fjármálastöðugleika sem þeir hafa verið að vinna í vetur. Þetta hefur verið stórt teymi frá þeim sem hefur verið hér, komið í 3 heimsóknir, 10-15 manns til þess að taka okkur út og koma með leiðbeiningar og þannig að en við erum enn að þó samningin átti stað fyrir 200 ár þá erum við enn að vinna að þetta náttúrulega verkefni sem við erum enn að vinna að og þróa áfram. Það var þannig við sameiningu og Seðlabanki var með 170 manns, fjármálaeftirlitið með eitthvað kringum 120-130. Þannig að samanlagt Seðlabanki með eitthvað núna í kringum 280 manns í vinnu, svo það komið fram. Fjármálaeftirlitsnefnd, við erum bæði með skýrslu fjármálaeftirlitsnefndar og einnig líka skýrslu fjármálaeftirlits. Og eins og með okkur ég með fráfarandi varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits, Unni Gunnarsdóttir sem lét af störfum núna 1. maí og síðan nýjan varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits og mér datt í huga að það geti verið bara góð byrjun, Unnur og þú færir yfir skýrslu fjármálaeftirlits og af því að þannig að þó að það komist helst í fréttir hvað verður fjármálaeftirlit þegar það verið að refsa einhverjum eða það eru lögsóknir eða eitthvað ólíka þá samt að fjármálaeftirlit náttúrulega vinnur mjög mikilvægt starf sem felst í því að leiðbeina. Við náttúrulega erum í mjög öflugu samstarfi við náttúrulega í gegnum samninginn með EES þá erum við í aðili að Evrópskum eftirlitsstofnun og tökum upp evrópsku viðmið jafnóðum. Þannig að það fjármálaeftirlitið alltaf í gríðarlega mikilli alþjóðasamvinnu og við höfum náttúrulega, og Unnur hefur kappkostað við það að við séum alltaf með því sem gerast úti og með þar. Þannig að í einhverju liti fjármála að því við erum náttúrulega á einu markaði. Þessum evrópska markaði þá náttúrulega er mjög náið samstarf hvað varðar fjármálaeftirlit. En Unnur, ég kannski bara gef þér orðið. Já, þakka þér fyrir það.
Þessi skýrsla nefndarinnar nú ekki mikil af vöxtum en hún lögboðin og það lögboðið að sé haldinn opinn fundur til þess að kynna hann á hverju ári og eins og kom fram í máli Seðlabankastjóra þá þetta þriðja skipti sem að svona skýrsla skrifuð og send til Alþingis. Kannski byrja á því að getum það að hverjir sitja í nefndinni. Það sem sagt við sem Ásgeir Jónsson situr sem formaður við eins og lögin mæla fyrir við ákveðnar mikilvægar ákvarðanir. Ég sem varaseðlabankastjóri var formaður þegar aðrar ákvarðanir voru teknar og Gunnar Jakobsson sem varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika situr líka í nefndinni samkvæmt lögunum. Ráðherra skipaðir ytri sérfræðingar Ásta Þórarinsdóttir, hagfræðingur, Guðrún Þorleifsdóttir, skrifstofustjóri í fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Gunnar Þór Pétursson, prófessor við Háskólann í Reykjavík, en hann var skipaður í október síðastliðinn í stað Andra Fannars Bergþórssonar sem líka prófessor í Háskólanum í Reykjavík. Ég vil kannski aðeins bara minna á hvert hlutverk fjármálaeftirlitsins. Það samkvæmt lögunum að fylgjast með og framfylgja því að öll fyrirtæki á fjármálamarkaði fari eftir lögum og reglum og öðrum réttarheimildum. En markmiði með þessu starfi að, eins og stendur hérna, ég ætlum bara að fá að lesa það, markmið eftirlits með fjármálastarfsemi að stuðla að traustum og öruggum fjármálamarkaði og draga úr líkum á að starfsemi eftirlitsskyldra aðila leiði til tjóns fyrir almenning. Þá vil ég minna líka á að hér á Íslandi þá hefur fjármálaeftirlitið eftirlit með öllum sviðum og öllum fyrirtækjum á fjármálamarkaði og verðbréfamarkaðurinn þar með talin. Það sem við nefnum hér á sem einkenni á starfinu á árinu 2022, það var annars vegar að það voru ennþá COVID-19 farsóttin og ýmsar ráðstafanir sem þar voru gerðar og eftirfylgni með þeirri áhættu sem við sjáum að gat skapast af því og þá á þessu ári þá var innrás Rússa í Úkraínu og það orsakaði líka ýmis viðbrögð og svona að vera á tánum með það að sjá hvort áhrifin hver þau gætu orðið hér og milda þá ef það áhætta þannig að þetta búið að vera svona ný ytri áhrif sem við búin að þurfa að vera mjög vakandi fyrir. Og þannig að það sem við gerum líka grein fyrir hér í skýrslunni það sem við myndum segja væri svona hryggjarstykkið í eftirlitsstarfseminni, það áhættu mat og mat á þörf fjármálafyrirtækja á eigið fé. Og eigið fé skiptist í 3 flokka, það er grunnkrafan og það viðbótar eigið fé og það eigin fjár ákvarðanir, eigin fjár aukarnir, það sem sagt fjármálastöðugleika ákvarðanir. Það sem að fjármálaeftirlitsnefnd tekur ákvörðun og þar á meðal undir formennsku seðlabankastjóra, það þetta viðbótar eigið fé fyrir kerfislega mikilvægu bankana sem eru með 90% af eigin fé í fjármálakerfinu fyrir utan lífeyrissjóðina þetta og þannig að það þetta mat á ýmsum áhættuflokkum og það sem við köllum að binda fyrir eða þannig að þetta mikil greiningavinna sem á sér stað á hverju ári hvað þetta varðar og endar í þessari viðbótar þörf á eigin fé og hér gerð grein fyrir því í hvaða tölum þetta lendir en viðbótar eigin fé samkvæmt stoð 2 sem ég að tala hérna var svona bilinu 2,6 til 3,5%
og þetta þá endar með eiginfjáraukonum sem fjármála stöðugleika verkefni í kringum 20% hjá bönkunum. Á árinu 2022 þar voru líka, það ekki á hverju ári, það aðeins sjaldnar gert hjá minni fjármálafyrirtækjum, það bönkum og sparisjóðum, að það var líka eiginfjárákvarðanir samkvæmt stoð 2 hjá bæði Kviku-banka og sparisjóðunum. Þar er vegna þess að einn af eiginfjáraukonum, það kerfislega mikilvægu sem þess vegna liggur það oft aðeins lægra í heildartölunni fyrir minni fyrirtækin. Ég held að nema þið viljið að þá getum við farið nákvæmlega í hvað hjá hverjum einum, en þetta var allt saman birt á vefsíðu Seðlabankans. Síðan varðandi ákvarðanir fjármálaeftirlitsnefndar að öðru leyti, þar upptalning í skýrslunni og það sem mér þætti kannski fyrir utan þessar ákvarðanir viðbótar kröfur eiginfjárgrunn, þá væri rétt að segja frá því að ákveðið var að veita nýtt starfsleyfi sparisjóðs, það sem sagt heitir sparisjóðurinn Indó, og það var ákveðið líka á vettvangi nefndarinnar að veita fossumörkuðum starfsleyfi sem lánafyrirtæki, og þess vegna Fossar sem sagt núna fjárfestingabanki, og það var tekin ákvörðun mat á hæfi Rapid Financial Network og tengdra aðila til að fara með virkan eignarhlut í Valitor. Og síðan eru ákvarðanir sem eru svona dæmigert íþyngjandi ákvarðanir sem eru þegar að þær varða einstakling eða eru ekki byggðar á fyrra fordæmi. Það venjulega vegna þess að það breytar svo hratt lögin að við erum alltaf að fá nýjar og nýjar heimildir frá Alþingi til að refsa, sekta fyrir brot. Þetta sem sagt orðið svolítið breytt einkenni á eftirlitsstarfseminni, það þessar sektarheimildir. Þannig að það voru hér ákvarðanir að ljúka máli með sátt þegar ekki var stuðst við eldra fordæmi í 3 tilvikum. Þannig að þetta svona í stuttu máli svona útdráttur úr skýrslunni. Það sem mig langar að nota tækifæri til þess að nefna hér líka, það er miklu ítalegri umfjöllun í riti sem við köllum bara fjármálaeftirlit núna 2022. Við höfum gefið þetta út á hverju ári síðan að fjármálaeftirliti sameinaði Seðlabankanum. Áður voru þetta ítalegar upplýsingar í ársskýrslunni, en þar sem það er svo mikið efni í ársskýrslu Seðlabankans að þá bara það styttri útgáfa þar og þetta ítalegra. Þetta auðvitað birt á vefsíðunni og mig langar að nota tækifæri til þess að svona hlaupa á því bara hvað fyrir þá sem hafa áhuga, hvað við myndum finna þarna. Það bara hverjir eru undir eftirliti, hvað eru margir að hverju tegund eftirlitsskyldra aðila, hvernig eftirlit framkvæmt og hvernig við birtum niðurstöður úr ýmsum eftirlitsaðgerðum. Það er rammagrein viðurlagamál, það þessar sektir sem var að tala um. Það umfjöllun áhættumat og það er líka rammagrein ný starfsleyfi og mat á hæfi. Við til dæmis metum á hverju ári kringum 100 manns framkvæmdastjóra og stjórnarmenn hjá eftirlitsskyldum aðilum sem okkur ber að gera. Eftirlit með aðgerðum gegn peningaþvætti umfangsmæra með hverju árinu með ítalegri skyldur og meiri meðvitundum hversu alvarlegt það getur verið fyrir fyrirtæki að vera misnotað í þessu skyni. Tala nú ekki að það er gert vísvitandi sem við sem betur fyrir við ekki lent í hér á landi. Hér líka til þess að auka gagnsæi, þá höfum við verið að birta hér áherslur í verkefnaáætlun fyrir ári framöndan. Þannig að hér þegar þetta gefið út í byrjun árs að þá
svona ekki, þetta gefum þetta, er þetta ítalegri pappír innan hús hjá okkur, en þetta áherslunar sem við erum að starfa eftir fyrir árið 23 og byggðar á líka öðru sem fyrir þá sem hafa áhuga þá hefur líka verið gefnar út stefnumarkandi áherslur til svona miðlungslangstíma í 3 ár 2022-2024. Hér líka kafli sem aftast í ritinu breytingar á lögum og reglum og reglugerðum. Þar útdráttur úr svona kjarnaefni úr því sem við sjáum fyrir að sé framundan, sem á ykkar borði að vinna úr, en ég held að fyrir mjög marga sé þetta geti þetta verið gagnlegt til uppflettingar og hér get sagt ykkur alveg ótrúlega langur listi af þéttskrifaður bara sem ekkert sendilega svo gaman að lesa en bara til að reyna að varpa ljósi á þetta starfsumhverfi. Setning reglna og leiðbeinandi tilmæla árinu 2022 að það hér þétt skrifuð blaðsíðu 2 dálkum af bara heitinum á þessum nýju reglum og þetta það sem að bæði við sem störfum við eftirlit og þeir sem eru að starfa á fjármálamarkaði þurfa að tileinka sér og starfa eftir mjög hraða breytingar. Þá hef ég sagt það sem ég hafi hugsað mér að segja varðandi kynningu á þessu efni sem við höfum hér í dag. Þakka þér fyrir, Unnur. Vilt þú bæta ykkur við, Björg, áður en við opnum fyrir mælendaskrá? Nei, ég held ekki. Bara eins og Unnur sagði, þá þetta svona myndar þetta svona eina heild, eins og nefndi, það þessar áherslur sem til lengri tíma og svo settar svona fram áherslur til 1 árs og grundvöldið þess búin til verkáætlun og svo þetta svona, þessi skýrsla svona okkar sönnum fyrir því hvað við gerðum og hvað við stóðum við og þarna mátum við okkur við þau markmið sem eru á hverju ári. Þannig að þetta svona mikilvægt fyrir okkur til að sýna hvað áherslan var og hvað var framkvæmt á hverju ár fyrir sig. Heyri, þakka ykkur fyrir það og þá opnum við fyrir mælendaskrá og fyrstur hér Guðbrandur Einarsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir að koma til fundar fyrir nefndina. Ég langar ekki byrja á að því að Seðlabankastjóri minntist hér á það voru liðin 3 ár frá því að Seðlabankinn yfirtók fjármálaeftirlitið og það hefur síðan verið rekið undir hatti Seðlabankans. Mér langar ekki aðeins að byrja á svokallari ytrimatsskýrslu það sem var nú unnin af 3 erlendum sérfræðingum og þar stendur meðal annars að fyrirkomulag æðstu stjórnunar feli oft í sér of vítt valdsvið og áhættu vegna lykilmanns sem nú þá væntanlega Seðlabankastjóri. Þar stóð líka að skýrsluhöfundar hefðu ekki kynnst í öðrum Seðlabankum stjórnunarháttum sem víkjaði svo miklu mæli frá stjórnunarfyrirkomulaginu. Og mér langar kannski að spyrja Seðlabankastjóra hvernig hann hyggist bregðast við gagnrýni af þessu tagi. Já, þakka fyrir Guðbrandur. Þetta eru fleiri spurningar. Mér langar að spyrja 2 spurningar viðbót. Spurning nummer 2. Hún varðar fjármálaumhverfi sjálft eða kannski reyndar bara umgjörðina sem við erum að setja í kringum fjármálaumhverfið okkar. Og við erum stöðugt að innleiða og breyta einhverju hér á Íslandi. En manni sýnir þegar maður fyrir að skoða þetta að breytingar þetta séu mestu tilkomna vegna þess að við erum að innleiða tilskipanir frá ESB. Og þá velti maður fyrir sér að því að hún nefndir hér ykkur par hundruð sem að vinna í Seðlabankanum hvort að það sé í raun og veru svona mikið þörf á yfirbyggingu í kringum þetta hér á landi þegar veruleikinn þessi. Og kannski síðasta spurning sem að mér finnst vera áhugaverð kannski þessa dagana og það kaupullin. Við erum búin að sjá hlutabréfaverð draga saman á síðasta ári og við sjáum bara miklar sveiflur á markaði núna að þessu ári. Og við erum til dæmis búin að sjá mikla dífu núna þegar Alvotech fékk ekki skrá leyfi fyrir samvinntaleyfi í Bandaríkjunum.
það hreyfði verulega við íslenska markaðnum og hann hríðfjall og þetta er bara að merki þess að þessi markaður er í raun og veru mjög grunnur og þegar maður og við fengum að vita það nefndin þegar við fórum heimsóttu Kauphöllina að þáttaka erlendra fjárfesta í Kauphöllinni, hún er ekki í neinu samræmi við það sem er að gerast í samanburðarlöndum. Og mér langar þá að spyrja, hefur fjármálaeftirlit einhvers konar eftirlit með því sem er að gerast í Kauphöllinni og hefur Seðlabankastjóri einhverju skýringu á litlum áhuga erlendra fjárfesta á íslenskum hlutabréfamarkaði? Gæti gjaldmiðillinn verið það apparat sem að stjórna því að áhugi erlendra fjárfesta er minni heldur en annars þar? Takk. Ég þakka fyrir Guðbrandur. Sko, hvað var út eftir á Seðlabankanum, þá eru það nú orðnar 3 ár, því að þú þriðja verður kynnt núna eftir. Hvað var það þá skýrslu sem þú nefnir, og þá var það niðurstaða þeirra skýrslu að samningin hefnast mjög vel og núverandi skipulag hefði verið lykilatriði í að ná fram samlegð og samstillingu á Seðlabanka Íslands og samningu við fjármálaeftirlitið. Það má síðan alltaf velta fyrir sér nákvæmlega hversu fjármálaeftirlitið á að vera tengt öðrum annarri starfsemi Seðlabankans. Það var þannig upphaflega fjármálaeftirlitið að bankaeftirlitið var tekið út úr Seðlabankanum 98 sem held ég hafi verið mistök. Það var gert rétt áður en að bankarnir voru einkavæddir. Ég held að það hafi verið einn af þáttum sem áttu sök á hruninu og þá var það ákveðið að Seðlabankinn ætti að sjá skuldahlið bankana, lausafjár hlutfallið framvegis, en fjármálaeftirlitið ætti að sjá eiginfjár hliðina, eða ekki eiginfjár segið eignarhliðina svo framvegis og þetta var að mörgu leyti óheppileg skipting sem til dæmis kom fram þegar fósafsmenn Glitnis komu alltaf að fá lán hjá Seðlabankanum sem dæmi. Þannig að og það er náttúrulega fjármálaeftirlit náttúrulega næri líka alveg vítt svið, sko. Það er líka mikroeftirlit og háttsemiseftirlit sem kallað er, sem að og meðan verðbréfaeftirlit sem á alveg segja hefði getað staðið sér. En líka er það ákveðið eftirlit með bönkunum, sérstaklega kerfislega mikilvægum bönkum sem er mjög nátengt annarri starfsemi Seðlabankans. Það má alltaf deila þetta. Ég er formaður fjármálaeftirlitsnefndar þegar teknar eru ákvarðanir varðandi 3 kerfislega mikilvæga banka. Annars tek ég ekki þátt í þessum ákvörðunum og sem Seðlabankastjóri. Og það má sér svo sem fólk getur hatt síðan ákveðnar skoðanir því hversu mikið Seðlabankastjóri ákveða nálægt fjármálaeftirliti. Ég hef svo sem reynt að gera það ekki að nauðsynjarlausu. Hins vegar það sem hefur skipt mjög miklu máli og er það að allt annað að fylgja eftir úrskurðum fjármálaeftirlit þegar Seðlabankinn er að baki. Seðlabankinn er þráttur allt mjög öflug stofnun og samvinnu sérstaklega fjármálaeftirlitið, þannig að ég held að eftirfylgni ákvarðana eftirlitsins og leiðbeininga hefur náttúrulega mun meira þannig að vægi. Þannig að og síðan sem fjárhagslegur ábyrgðarmaður Seðlabankans sem ég er, þá ber ég ábyrgð á því að fjármagna eftirlitið. Ég er með svokölluðu eftirlitsgjaldi sem er reyndar dálítið flókin prósess sem að fer bæði til, við þurfum að ræða við bankana eða eftirlitsgjaldi aðila og síðan fer þetta niður á þing eða ráðuneytið og þannig að í ljósi þess lítur Seðlabankastjóri alltaf að þurfa að hafa ákveðnar hugmyndir það hversu mikið resource sem við getum að setja í þetta. Og þannig að en eins og segi, sko, niðurstaða allar þessar skýrslna það hefur tekist mjög vel til. Samningin hafa heppnast mjög vel. Og skipulag Seðlabankans er alltaf í endurskoðun. Og það má alltaf velta fyrir til hversu nálagt á eftirlit að vera annarra starfsemi Seðlabankans og hversu sér. Og kannski núna, því að það var dálítið kastmál að ná bankanum saman,
násamlegt voru tvær stofnanir, eitthvað litið ólíkar sem að koma saman. Þannig það var mikið kapp sem ég lagði á það að ná tveimur stofnunum saman. Meðal annars líka þarna fækka yfirmönnustofnunina. Það voru þarna 20 þarna framkvæmdastjórar þegar þessi stofnunum voru lagðar saman sem dæmi. Fjöldið þeirra komin niður í 10. En síðan eftir 2-3 ára það ekkert endilega ólíklegt að við skoðum þetta upp á nýtt. Við núna reynda með nýjan varasamstöðin við hliðina á mér. Mér finnst ekkert ótrúlegt að við jafnvel stígum skref tilbaka það að gera eftirliti sjálfstæðara og í ljósi þess sem hefur gerst. Og það eru sjálf sér stjórnarbreytingar sem við getum sjálf gert. Og að við náum þá einhverjum konsensum. En allavega lykilatriði það að það er ekkert það er ekki til ein leið í þessu. Við erum að tala minnsta seðlabanki í heimi sem rekur sjálfstæða peningastefnu og sjálfstæða stefnu og svo framvegis. Það er engin önnur þjóð innan við 2 milljónir sem rekur sína eigin peningastefnu eða reynir, eins og þú hefur reyndar oft bent á þessu vettvangi. Og þannig þetta er mjög lítið stofnun en ég meina þetta er bara allt í endurskoðun og auðvitað förum við yfir það athugasemdir og við erum búin að fá athugasemdir, erum að fá fleiri í dag og þetta auðvitað förum við yfir þær og reynum að gera þannig bestur málinu. Hvað var ég ætla reyndar bara að svara hans því spurningu. Ég var hann í gjaldmiðlunum, ég sannfærður það að núna erum við með mjög fá erlenda aðila bæði á skuldabréfamarkaði og reyndar líka á hlutabréfamarkaði. Að vísu eru félög eins og Marel sem eru með tískráningu og Alvotech sem eru skráð bara úti og hér. Þar hafa verið töluvert mikið erlend í fjárhastum. Við höfum líka Seðlabankinn, vísu ekki armur fjármálaeftirlits, heldur markaðsvístu okkar sem eru í tengslu við Kauphöllina. Við náttúrulega höfum verið að vinna því að hlutabréfamarkaðurinn okkar fari í erlenda vísitölur. En það er alveg klárlega það að það eru hægt með gjaldeyrismarkaða sem við erum með, sem er með takmarkaðan sennileika, að hann hefur áhrif á þær ákvarðanir fyrir erlenda aðila að koma inn. Ég held það sé ekki eini áhrif þátturinn en það er alveg töluvert mikill áhrif þáttur, ég held að það sé alveg á hreinu. En samt sem áður þrátt fyrir það höfum við séð að þau félög sem eru í alþjóðlegum rekstri hafa samt fengið erlenda fjárfesta eins og Marel og í rauninni Alvotech. En síðan að sjálfsögðu hefur fjármálaeftirlitið náttúrulega eftirlit með verðbréfamarkaðnum og við ætlum í rauninni að reyna að bæta í þar vegna þess að hlutabréfamarkaðurinn búinn að stækka bara verulega á bara þessum 2-3 árum bara með nýjum skráningum og hærra markaðsvirði. Hvað var tilskipanir Hvorka, vilt þú svara, Björk? Já, ég get kannski bara rétt komið inn á þetta. Þetta var svona, eins og þú nefndir að þá er þetta mestallt regluverk sem við erum innleiða er komið frá Evrópusambandinu, er að koma til okkar í gegnum EES-samningin. Þannig að það er rétt, en það er í rauninni ekki margir starfsmenn á Seðlabankanum með fjármálaeftirlitinu sem er að vinna að þessum innleiðingum. Þannig að það er í rauninni, að þú varst að setja í samhengi við yfirbygginguna, að þetta er náttúrulega mikið efni sem að við þurfum í rauninni að sinna eftirlit á grundvelli. Þannig að það er í rauninni, það endurspeglar kannski fjölda starfsmanna og það er ekkit endilega eins og maður stundum heyrir að það sé lítill markaður í Íslandi, íslenski fjármálamarkaðurinn lítill, að það er ekki alveg sama sem merki á milli þetta meta starfsmannafjölda á stóru markaði og svo að og endurspegla það hlutfallslega á Íslandi af því að það er þessi vinna við bæði við innleiðinguna og eftirlit og koma sér inn í allt þetta regluverk og þetta er alveg áskorun bæði fyrir eftirlitsskylda aðila og fyrir fjármálaeftirliti. Þetta er mikið magn eins og Unnur benda og fór yfir og kannski réttvarandi verðbréfamarkaðnum langaði að benda á í ritinu fjármálaeftirlit á blaðsíðu 18 að þá er svona mynd sem að sýnir svona
til dæmis hvað hlutum hefur fjölgað mikið undanfarin ár og hérna flettin upp að þá voru hluthafar hérna í árslok 2018 20.000 og nú þeir orðnir yfir 70.000. Þannig að það hefur orðið mikið breyting á verðbréfamarkaðnum í Íslandi og almenningur farin að taka meira þátt heldur en áður. Þannig þú einhverju viðbót við þetta? Nei, ég held ekki en það er náttúrulega bæði varandi síðustu spurningunum eftirlit með hvað er gert í Kauphöllinni. Það eru þetta eftirlit með Kauphöllinni starfsemi hennar sem slíkrar og það eru komin ítaleg lög ítalegri núna frá því minni mig hitti fyrra og síðan auðvitað mikið eftirlit með markanum sem slíkum og hreyfingum á markanum og þetta er eðlis ólíkt eftirliti með starfsemi fyrirtækja sem eru með starfsleyfi af því þetta er meira svona umferðarreglu eftirlit þannig að það er dálítið eðlis ólíkt en ekki síður mikilvægt. Það er mjög mikilvægt til að vinna því og stuðla því að verðbréfamarkaðurinn sé heilbrigður og honum sé treyst að það sé passað upp á að það sé eftir þessum stífu reglum farið þegar fyrirtæki eru skráð á markaði að það sé farið eftir því að gagnsæinu og allt sé upp á borðum og upplýst eins og krafan þegar að fyrirtæki eru skráð. Takk fyrir það og þá er það Ágúst Bjarni Garðarsson. Takk fyrir að koma og takk fyrir þessa fínu yfirferð. Líkt og segir í skýrslunni og Unnur þú bentir á að fjármálakerfið gegnir auðvitað þjóðvæslega mikilvægu hlutverki og það er brýnt að standa vörð traustan og heilbrigðan fjármálamarkað með góðu regluverki og virku eftirliti. En nú er það svo að fjármála óróleiki hefur verið ríkjandi á mörkuðum og í kjölfar vaxtahækkana vegna verðbólgu þá hefur þessi fjármála óstöðuleiki aukist og við sjáum banka vera að falla í Bandaríkjunum og ávaxtakrafan hefur verið að hækka og það er eitt af því sem virðist vera að gerast er að erlend fjármögnun bankakerfisins er mjög þröng og einhverjum myndi segja að það veri lokað hreinlega fyrir erlenda fjármögnun. Þannig að mínar spurningar til ykkar eru 4 og eru eftirfarandi. Það er þá fyrst hvort þetta ástand á alþjóðlegum fjármálamörkuðum sé farið að hafa áhrif á fjármálastöðuleika á Íslandi og næsta er hvað er hægt að gera til þess að það opnist á erlenda fjármögnun íslenska banka og þriðja er hvar eru helstu veikleikarnir í íslenska fjármálakerfinu þessa mundir og 4 tengist svo lánsafi Ríkissjóðs Íslands sem hefur ekki hækkað í talsverðan tíma og svona ykkar mat á því hverjar ástæður þess eru og hvort að því hafi hreinlega verið nægilega vel sinnt. Takk. Takk fyrir. Ég kannski, þetta ánur reynda dálítið við þarna fjármálastöðuleika. Eitthvað þessu sko það sem hefur gerst úti á erlendum mörkuðum er það að svona gjald fyrir sérleika, það hefur náttúrulega hækkað alveg svakalega. Sérleika þá við að fjármálareikning sem er hægt að selja aftur á þess að það sé vandræði. Og meðan þess hefur verið gríðarlega mikið útflöð út úr mörgum erlendum verðbréfasjóðum. Og það hefur náttúrulega haft verið áhrif á bankana okkar sem eru í rauninni pingu litlir í erlendum samanburði. Og bréfin sem þeir hafa gefið út eru ekki mjög mikinn sérleika á secondary marketi eða framins þannig að þeir hafa fengið á sig mikið álag og sem við sáum fyrir áramót. Þeir hafa síðan brugðist við með því að gefa út sértryggðar útgáfur sem eru þó aðeins í öðrum flokki. Það eru þá útgáfur sem eru tryggðar með fastnivöðum eða fastnilán og það gildir aðeins annað það og þannig hafa þær náðu að endurfjármagna sig og svo framvegis en ég sjálfur álít það að ég held að ástand á fjármörkuðum sé ekkert endilega að fara að breytast í bráð sko með einhvern staðanir og eitthvað vildi líka kannski verið horfast í augu það að þessi ár ég frá 2008-2009 og í rauninni fram að 2021
einhverju lítið óeðlileg. Neikvæði vextir úti, gríðarlega mikið peningaprentun. Þannig að það verður bara erfiðar að fjármagna sig úti. Það munilega leiðir til þess að við þurfum auðvitað og Seðlabankinn þarf aðeins að velta fyrir sér af hversu miklu leyti bankarnir geta verið með erlenda fjármögnun. Við erum núna með mjög strangar reglur það hvernig þeir nota erlenda fjármögnun innanlands, þeir mega ekki lána nema undir sérstökum skilyrðum. Það eru aðilar sem lána verða að vera með erlenda tekjur. En við teljum ekki endilega neina hættu á ferðum en ég held að það þarf aðeins að hugsa þessi erlenda fjármögnun þeirra aðeins og svona í lengra samhengi. En á saman tíma líka þá það sem þeir eru tekið að lána erlendis, þetta ekki mjög stóra fjárhæðir í heildarsamhengi. En það felur í sér ákveðnar breytingar. Svo líka náttúrulega það að sértryggðar útgáfur og það hefur hægt að nota þær í endurhverjum viðskiptum við Evrópska seðlabankann og fá þannig líka evrur. Lánshæfi Íslands er 1A sem er mjög lágt að mínu mati. Ég held að við eigum skilið herra lánshæfi og það liggur fyrir að það er að koma bönkunum illa. Lánshæfi einhvern á þeirra útgáfum getur ekki farið fyrir ríkissjóð. Það liggur fyrir að samskipti við lánshæfisfyrirtæki fór frá Seðlabankanum 2019, reyndar áður en ég kom. Ég vil svona ekki kommentur á það hvernig það sá aðili staðið sem tók við en það er allavega, ég held að það sé núna umræðum það og sameiginlegur skilningur því að við þurfum að reyna að gera átaki því að koma okkar málum á framfæri við lánshæfisfyrirtæki og reyna að leggja okkar case fram. Seðlabankinn er alveg tilbúin að taka þátt í því. Lánshæfi skiptir náttúrulega mjög miklu máli fyrir þau vaxtakjör sem við fáum og úti og íslenskt atvinnulíf náttúrulega borgar þau félög sem eru með erlenda fjármögnun. En þetta er eitthvað sem að reynda fjármálastöðugleikanefnd er mjög mikið að hugsa kannski ekki eins mikið fjármálaeftirlitsnefnd. Ok, takk fyrir það. Þá er það Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Takk fyrir. Já, mér langar aðeins að spyrja út í varðandi Íslandsbankasöluna. Fjármálaeftirlit Seðlabanka Íslands hefur verið með til athugunar tiltekna þættir varða framkvæmd Íslandsbanka útboði Bankasýslu ríkisins á 22,5% eignarhlut ríkisins í Íslandsbanka og samkvæmt fréttum af málinu það komið í sáttaferli. Nú ger ég mig grein fyrir að þið getið ekki tjáð ykkur einstök mál sem enn eru til meðferðar en getið þið upplýst ykkur hvaða þættir í framkvæmd útboðsins gæti hafa komið til athugunar og hverjir ekki, aðeins að upplýsa efnislegu niðurstöður athugunar eða hugsanlegar sáttar og getið þið upplýst okkur nánar hvað felst í slíku sáttaferli og það rétt skilið að slíkt ferli komi aðeins til greina þegar hlutaðeigandi aðili hefur viðurkennt lögbrot og heiti því að bæta ráð sitt. Það líka rétt skilið að ljúki slíku máli með sátt felur það jafnan í sig greiðslu sektar en ekki nein önnur viðurlög við brotinu eða brotunum. Og hvers vegna geta fjármálafyrirtæki komist upp með lögbrot, jafnvel ítrekkuð, en fengið þeim lokið með sátt og þannig keypt sig frá frekari viðurlögum þegar almennir borgarar geta það ekki. Og þetta nú svona kannski það fyrsta, síðan ég þetta er svakalega löng spurning en alltaf. En og svo annað sem allt annað, það innheimtustarfsemi. Nú það meðal verkefna fjármálaeftirlitsins að hafa eftirlit með innheimtufyrirtækjum á grundvelli innheimtulaga. Hversu mikil áhersla lögð á það eftirlit og hversu stór þáttur það í starfsemi eftirlitsins, hversu oft farið í vettvangsathuganir eða frumkvæðisrannsóknir og innheimtustarfsemi. Og finnst ykkur eðlilegt að innheimtufyrirtæki geti komið sér undan starfsleyfisskyldu og eftirliti fjármálaeftirlitsins með því að skrá lögmann sem eiganda slíks fyrirtækis þó það sé alls ekki lögmannsstofa heldur hreinræktað innheimtufyrirtæki. Og nú veit ég dæmi þess að tiltekið innheimtufyrirtæki sem ég geti nafngreint sé þess óskað hafi ítrekað haldið til streitu innheimtu á kröfum sem voru löngu fyrndar og þar leiðandi ólögvarðar. Hvort ykkur þykir það vera heilbrigður og eðlilegir viðskiptahættir eða tilraun til fjársvika. Og hvað þarf að koma til svo að slík háttsemi sæti einhverjum raunverulegum viðurlögum og hversu langt geta brot eftirlitsskyldra fyrirtækja gengið og hversu oft geta þau ítrekað þau áður en það leiðir hreinlega til sviptingar starfsleyfis? Ég held að við
Ég held við látum nýjan varasegnumstjóra. Það kannski, já, allavega hún breyta sig á þessum pakka. Þessum pakka. Ég skal byrja að kannski fyllir inn í kannski fyrst varandi Íslandsbankamálið að þá það bara þannig að við getum ekki tjáð okkur það eða efnistætti þess. Varandi sáttaferlið, kannski bara aðeins til að útskýra, við erum ekki að nota þetta hugtak sáttaferli í okkar reglum eða okkar framkvæmd. Þetta þannig að ef að máli þess eðlis að það kemur til skoðunar að beita viðurlögum vegna þess að þá oft vakin athygli á þessu möguleika að aðili geti óskað eftir að ljúka málinu með sátt en það bundið ákveðnum skilyrðum. Meðal annars að aðili viðurkenni brot og bæti úr. Þannig að það svona sem felst í þessu og þetta í rauninni þegar við sendum svona bréf þar sem við vekjum athygli á þessu þá við í rauninni í andmælaferli samkvæmt 13. grein stjórnsýslulaga. Og svo fáum við viðbrögð og svo bara á grundvelli þegar málinu er lokið að fullu þá hægt að meta hvort að skilyrði sáttar sé uppfyllt og hvort sé hægt að loka málinu með þeim hætti. Við lítum svo á að þegar við ljúkum málinu með sátt þá þetta í rauninni þetta stjórnvaldsákvörðun og það verður rauninni að taka ákvörðun sektargreiðslu en með því að aðili viðurkennir og bætir úr. Þannig að það ekki mikill eðlismunur þarna á milli. Já, var það eitthvað meira sem viltu bæta við ykkur þarna? Nei, þetta nákvæmlega punkturinn, kannski hjó eftir einu spurningunni að fólki keypt sig frá brotum, það sem sagt í refsirétti þá eru refsingar sem sagt geta verið fjársektir, það geta verið fangelsi og síðan einhver svona stig á einhverju slíku. Þegar að að ræða brot lögaðila að þá er sektir viðurlögin sem að ræðir. Og þetta gerist alveg á fleiri sviðum heldur en þessu sviði sem hefur verið þessi tegund af viðurlögum sem hefur verið lög hafa heimilað fjármálaeftirlitinu og þetta eins og ég nefndi aðeins í áðan að þetta mjög mikið breyting frá því bara sem að því ég nú búin að vera dálítið lengi, ekki kannski samfellt en ég var í þessu umrædda bankaeftirliti gamla daga, þá var ekkert svona í lögum. Þetta byrjaði að koma 2007 og síðan hefur þetta bara verið eins og snjóbolti að velta upp og svo þekki það sem hafi verið einhver tíma hér og þingi hvað þetta orðið fyrirferðarmikið. Þannig að þetta bara hluti af, og þetta sama eins og ef þú brýtur af þér umferðarlögum eitthvað slíkt að þá getur oft gert sátt sko. Nei, menna þetta bara alvarlegra því að en það getur verið mjög alvarlegar afleiðingar af því. En þess vegna þetta stór mál og geta verið mjög óskaplega vandasöm og umfangsmikil í vinnu hjá okkur. Af því það mikil ábyrgðarhluti að vera með svona bera ábyrgð á að refsa öðru fólki. Já, kannski bara eitt ef ég byrja þar þá var innheimtulegin sett 2008 og bara til að nefna það þá var það mitt fyrsta verkefni þegar ég var ráðin inn í fjármálaeftirlit var að fylgja eftir innleiðingu á þeim lögum og þar var búið að setja þetta tvískipta eftirlit. Það eftirlit þá þess aðeins sem hafi leyfi, innheimtuleyfi fellur á fjármálaeftirlitið og eftirlit aðila lögmanna eða lögaðilega lögmanna fellur undir eftirlit lögmannafélagsins. Þannig að það helgast af því þannig að í rauninni eiga þessir aðilar, hvort sem eru leyfiskyldir eða heyra undir eftirlit lögmannafélag, eiga lúta sambærilega eftirliti og sömu kröfur verið gerðar. Nú veit ég ekki hvaða mál þú ert með í huga en það þetta og það eru ákveðna heimildir í lögunum til þess að þeim beita stjórnvaldssektum og svipta starfsleyfi ákveðna aðstæður. Herði, takk fyrir það. Það var það Logi Einarsson. Já, bara kæra þakki fyrir þessa yfirferð og mér langar aðeins að bara elta tvö atriði sem hafa komið hérna fram sko. Fyrst byrjaði ég bara á síðustu spurningu sko varðandi skýrsluna Íslandsbanka söluna
Ég skil það að það ekki hægt að segja frá innihaldi hennar. Mér langar þá að spyrja hvenær getum vænst þess að sjá niðurstöðuna. Í öðru lagi, með hvaða hætti slík skýrsla birt almenningi? Af því að það kemur fram hjá Unni megin hlutverkið sé að stuðla stöðu fjármálaumhverfi og lágmarka tjón fyrir almenning eða koma í veg fyrir það og traust hlýtur þá að vera svona lykilþáttur. Nú erum við með fjármálaeftirlitsnefnd sem þannig samansett að það eru 3 ytri nefndarmenn og síðan eru 2 innan úr bankanum og það búið að vera að vinna þessa skýrslu í bankanum í einhver tíma og vanda sig sýnist mér við það. Getur svo staða komið upp að jafnvel þó að þau sem unnu skýrsluna myndu telja að vera eðlilegt vegna almannahagsmuna birtana að nefndin geti takmarkað aðgang almennings að því. Og þetta tengist auðvitað líka kannski spurningu Guðbrands varðandi ytrimatsskýrsluna. Það auðvitað alveg rétt hjá seðlabankastjóra að bæði sú skýrsla og sú sem kom þar á undan og var unnin að beiðni forsætisráðherra held ég tala mjög vel þessa sameiningu og hún hafi heppnast vel og hún hafi og stjórnunarstrúktúrun hafi kannski verið heppilegur á þessum svona vindarsömu tímum sem við vorum að gangi í gegnum. Það hins vegar líka við maður rétt talað í ytrimatsskýrslunni að ábyrgð á herðar eins sé kannski ekki endilega æskilegt fyrirkomula til framtíðar og nú fannst mér seðlabankastjóri tala það að hugsanlega yrði brugðist við þessari ytrimatsskýrslu með því að gera eftirlit sjálfstæðara. Þessar skýrslur sem eru komnar út, þær tala báðar að það er að fara í margar áttir eða 2 áttir að minnsta kosti. Spurningin að því að það er að koma 3. skýrsla núna. Hvort að frumvarpi sem við erum búin að vera með núna til skoðunar í 2 mánuði var kannski ekki tímabært og við ættum að leggja mat á allar þessar 3 skýrslur áður en að við klárum það mál. Síðan langar mig að spyrja líka að því að það er stríð í Evrópu og við erum með greiðslumiðlunarkerfi sem byggir á miklu samskiptum við útlönd og innlönd og mér langar að spyrja hvort að einhverju knýjandi öryggisþættir að við breytum því fyrirkomulagi og þá líka gaman að vita hvort þið hafi yfirlit yfir það hvað bankarnir að hagnast á núverandi fyrirkomulagi vegna þess að væntanlega geyma þetta fé og sitja á því. Þessu fyrirkomulagi sem við höfum í dag. Þar sem greiðslumiðlunin ölluleitt ekki innanlands. Og svo bara síðustu, ég veit ekkert hvort þetta heyrir undir einhver svið, en þú ert seðlabankastjóri og við erum með aðstoðarseðlabankastjórana. Það mikið talað í skýrslunni aðgerð gegn peningaþvætti og fjármögnun á hryðjuverkum og það örugglega ekki ástæðulausu. Og flest okkar hér höfum fengið bréf og kunningjar okkar og vinir og ættingjar. Eðlilegt að bankar sé að taka við upplýsingum sem kunna varða persónuverndarlög með þessum hætti frá einhverju einkaaðila út í bæ og hefðu þið séð það fyrir ykkur að það væri betra að þessar upplýsingar væru bara í höndum opinbers stjórnvalds og ég er þá að vísa í upplýsinga veitu keldunar, þetta ekki keldan. Þessa aðila sem eru tilgreindir sem eru svona á vaktlist. Já, stjórnmáli tengst. Það ekki eðlilegt að þetta væri bara opinbert utanumhald. Það kannski tilfallandi. Þannig að ef ég kannski svara fyrst og því sem beinti mínu vísa síndi Bjarkar bara fyrsta lagi einu sem ég vil segja að Íslandsbankamálið að gagnsæi mínu mati skiptir mjög miklu máli. Það er þannig í rauninni starfar Seðlabankinn. Hvað varðar eftirlitið og þessar 3 skýrslur, ég held að það sé mjög gott að þau myndi kynna ykkur þessar 3 sem eru leiðin, þetta er reyndar mjög stór, þetta er mjög mikil vinna. Og ég held að
við bara aftur sem við komum að því, þegar við saminum tvær stofnanir, ég fæ það hlutverk, ég skipaði seðlabankastjóri í ágúst 2019 og síðan bara samning eftir 4 mánuði og síðan kemur COVID og það var mjög mikið atriði fyrir mig að ná bankanum saman, við getum unnið saman sem ein heild og það held ég hafi borgað sig mjög vel í faraldurinn og ég held að við Seðlabankinn hafi náð mjög miklum árangur þar vegna þess að við unnum bankinu heild sem vann þétt saman en náttúrulega þessi stofnun uppbygging Seðlabankans ekkert búin og við þurfum náttúrulega að vinna áfram í henni og það náttúrulega og það líka það að þegar sameinar stofnunir þá voru ykkur ferli til staðar og saminir og það þarf að búa til nýja ferla. Ég get alveg sagt það að við allir náttúrulega bregðast við skýrslunum með því að við runni að byggja upp þessa ferla fyrir fjármálaeftirlitið í Seðlabankanum þannig að þeir séu alveg skýrir og gagnsæir og einhverju leyti sjálfstæðir. Þannig að þetta er alltaf þetta hversu mikla samþættingu getur við fengið í bankanum og hversu mikið þarf að vera sér. Og ég held varandi stóran hluta eftirlitinu þá þurfum það að vera sér meira heldur en kannski hefur verið. Og það er eitthvað sem þannig ég hyggst bregðast þannig við skýrslunni að bara huga þessum þáttum og það er eitthvað liti sem vinna sem hefur verið í gangi hjá okkur bara síðustu vikur og mánuði. Það er rauninni að reyna að vinna þetta áfram. Og það er í rauninni kannski eitthvað liti íslenskt að reiða sig á persónur eða ekki ferla. En ég hyggst bregðast, bara alveg skýrt bregðast við þannig að við förum að setja upp skýra gagnsæja ferla varðandi þessi ákvörðunartöku. Varðandi hvað var þessi lög þessi lagabreyting sem þá er hún tiltölulega lítil og einföld. Hún bætir úr nokkrum hlutum, fyrsta leið mun seðlabankastjóri eða ég taka þátt í ákvörðunum nefndarinnar. Sem kemur sér betur varðandi ábyrgðarlínu. Það leiðir líka til þess að innri nefndarmeðlimir Seðlabankans eru það meirihluti í nefndinni. Það er að segja að seðlabankastjóri mun þá kjósa vera þá með aukið atkvæði sem ég tel að séu mjög mikilvægt fyrir Seðlabankann. Mínu mati er það óþægilegt að ytri nefndarmeðlimir hafi meirihluti í nefndinni. Ég hef ekki farið lengt með þá skoðun. Svo eitthvað liti líka held ég að það skýrir hlutverk nefndarinnar og gefur henni skýrara mandát og eitthvað liti líka held ég gerir varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlitsins líka auðveldara að starfa með þá skýrara umboð. Og ég tel að þetta sé þá alveg í línu við það sem við vorum að reyna að hafa hlutina að skýra. Liggi þá fyrir hver tekur þátt í hverju og það sé þá gagnsætt. Þannig að það er þá með mitt mat að þessi lagabreyting sé raunin það takmörkuð, hún breytir nú ekki mjög miklu en hún muni hjálpa verulega til með starfsemi fjármálaeftirlitsins. Og þannig að það sé engin þannig breyting ég held að það muni hjálpa mjög upp á starfsemi nefndarinnar en það breytir ekkert endilega valdahlutföllum í Seðlabankanum per se. Og eins og ég segi það sem ég kannski séð sjálfur eftir sameiningu hvað það skiptir máli að Seðlabankinn skuli núna vera baki eftirlitinu varðandi þegar framfylgja ekki bara af því að það er svo mikið eftirliti sem ekki beinlínis bara fer fram fyrir dómstólum eða með einhverju lögsóknum, heldur líka bara það að sé hlustað á eftirlitið og það sé farið eftir því sem það segir. Ég held að sameiningu Seðlabankann hjálpi mjög til að við erum að eiga við land þar sem að stofnunarramminn getur verið þannig viðkvæmur þannig að og ég held að það hafi eitthvað liti verið vandinn á árunum fyrir hrun svo dæmis ef það er tekið en eins og segi, ég bara vona ég sé skýr með þetta en þess að auðvitað reynum við að bregðast við og
og varandi þarna það að við segja að ákvarðantakin sé skýr og liggja nákvæmlega fyrir hver gerir hvað. Það er bara þarna hagsmunum okkar og eins og segja það þetta er bara náttúrulega mjög mikið verkefni sem við fengum í hendunar sko. Og þrátt fyrir allt við höfum leyst það þokkalega, það eru allir sammála það og auðvitað munum við reyna að vinna málið áfram. Björk, vilt þú taka við næst þarna varandi? Já, kannski ef ég bara nokkri punktar varandi Íslandsbankasöluna og gagnsæi, þá er náttúrulega, það hefur stundum í svona óperu umræðu verið að tala um skýrslu, í rauninni er bara athugun í gangi og niðurstaða í slíkri athugun hver sem hún verður er almennt birt. Það er svona megin svona samkvæmt okkar gagnsæi stefnu. En það er ofsnemt að tjá sig kannski það, en fyrst er að loka athugunni og þegar að niðurstaðan liggur fyrir að þá, eins og ég nefndi, þá er almennt hefur slík niðurstaða verið birt. Kannski bara birt í heild sinni. Það er ekki verið að endurskrifa, ekki svona ákvarðanir sem tekna þetta líka á ákvörðun nefndarinnar, meiri háttar ákvörðun ljúka svona máli og það er birt í heild sinni. Það er bara margra ára praxis og byggt á stefnu sem er birt opinberlega og nefndin lítur svo á að hún þurfi að vera bara algjörlega trú sínum starfsreglum og sínum stefnum og hvernig hún kynnir sig. Þannig að ég myndi segja að svari við spurningunum hvort að nefndin geti ákveðið að birta ekki, svari væri nei. Mér langar kannski bara rétt svona nefna frumvarpið sem þú nefndir, að því að eins og það er lagt fram að þá er í rauninni verið bara að lagfæra ákveðin atriði sem að komið þarna upp í þessari fyrstu skýrslu, Tryggvaskýrslu, að væri veikleikar í löggjöfinni. Og þarna eins og nálgunni var, þegar sameiningin var, það var í rauninni nefnd falið bara í rauninni allt ákvörðunarvald í fjármálaeftirliti. Svo þann heimild til þess að framselja ákvörðunni sem var ekki meiri háttar. Og þetta er gert svoleiðis í dag að það er nefndin er rauninni, hún hefur allt ákvörðunarvald, hún ákveður hvaða ákvörðun hún heldur samkvæmt starfsreglum sem þið fengu sendar. Inn í nefndinni hún framselur annað til varaseðlabankastjóra og fjármálaeftirlits sem framselur svo áfram til framkvæmdastjóra og forstöðumanna og ásamt seðlabankastjóra. Og þessi flókni strúktúr og það er það sem að frumvarpið er lagfæra. Það sé bein ábyrgðarkeðja og það sé verið að fela þá seðlabankanum ákvörðunarvaldið og svo eru meiri áttar ákvörðunir faldar þó nefnd og svo eru aðra ákvörðunir sem fara eftir innanhús framsali. Þannig að þessi beina ábyrgðarkeðja við löguð og þetta hefur svona, og eins og nefnt í skýrslunni, þetta veldur ákveðin svona réttar óvissu. Og það er líka þannig að meðan að nefndinni falið allt saman, að þá er meira svona í framkvæmd er verið að velta ýmsu fyrir sér á að fara með þetta mál fyrir nefndinni eða ekki, sem líka svona veldur óöryggi innan bankans og svona tefur mál, myndi ég segja. Þannig að nefndin, þetta frumvarp, eins og ég líti á það er bara lagfæra þessa vankanta. Og allavega mitt mat það sé mikilvægt að það fari í gegn og það verða lögum. Og svo eru svona þessi önnur atriði sem að koma upp í þessum skýrslum og er svo bara annað mál hvort það sé farið í einhverja aðra vinnu því tengt. Já, varðandi að var talað um aðila sem að er á lista yfir átsama vegna stjórnmálatengsla. Í rauninni er það Seðlabankinn heldur utanum svona setur á grundvelli grundvelli reglugerðar lista yfir þessi starfsheiti, þannig að það er á heimasíðun okkar þar sem við tilgreinum hvaða starfsheiti falla þarna undir. En svo er það bara svona einkafyrirtæki sem í rauninni, það er ekkert sem bannar þeim að halda utanum svona lista og það er það bara persónuvernd að svara hvort að þarna sé farið yfir einhverja línu. Herri, takk fyrir það. Ertu búin, Björn? Já, ég held að ég sé. Langaði aðeins út af greiðslunum. Já. Hörru, ég kannski svara því, þó sem kannski ekki alveg hluti hvað þeirra nefndar er það að Seðlabankinn telur það hafi verið mjög óheppileg þróun þegar greiðslumilum fór úr landi. Og það hefur líka eitthvað litið gefið bönkunum dálítið sjálfdæmi í að rukka fyrir millivöxtina.
og við viljum fá greiðslumiðlunina aftur heim og búin að vera eiga í þarna viðræðum við bankana það. Það var þannig þegar ég það var þannig þegar þarna ég var seðlabankastjóri þá lögðu bankarnir hérna peninga inn í Seðlabankann sem voru runni þessi greiðslur og töfðu þær ykkur tíma, tóku vexti af því. Ég lokaði þeirri operation einu mánuði eftir ég kom en við viljum allavega tryggja öryggi í þarna greiðslum en hún sé hérna heima og það sé allavega þessi leið og það sé þessi leið að við séum ekki háðir erlendum aðilum eða erlendum fjárskiptum. Þetta náttúrulega tvíþætt sko. Ef við ykkur mann eftir hryðjuverkalögunum öllu því í Bretlandi og líka það að við erum með þessa strengi það sé hægt að klippa á þá og þá ekki hægt að framkvæma greiðslur. Þetta eitthvað sem við erum að ræða bankana. Seðlabankinn tók þá ákvörðun að gerast hluthafi í reiknistofu bankana eða RB gagngert til þess að ná fram breytingum og líka ná fram hagræði og það fyrsti árangurinn því núna. Ég held að við sem að leggja af hérna svo kvöldu þarna stórtölvu sem kostaði mikið og við erum að reyna að íta þessu áfram en allt sem tengist greiðslumiðlun og fjármálainnviðum bara mjög seigfljótandi, tekur allt svaka langan tíma og við komum upp nýju millibankkerfi hvernig ætlum við tekið notkun 2021, nýtt kerfi og það stórgreiðslukerfi. Við viljum byggja smágreiðslukerfi ofan þetta kerfi og það sem við erum með að íta við bönkunum með svona þarna góðlátlegum hætti en svo góð sem við getum farið að kárna sko ef framferð sem horfur í nú þannig. Takk fyrir það og þá var það Indriði Ingi Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Búið að vera príðileg umræða. Mér langar að stökkva beint inn í það sem að Logi skildi við varðandi greiðslumiðlunina. Nú ég varaþingmaður og vinn hjá fyrirtæki sem í greiðslumiðlun. Okay. Og hjó einmitt eftir þessum punktum sem í skýrslunni hvað þetta varðar og setja sem tvíþætt vandamál að við erum annars vegar að horfa á hættuna því að fá algjört sambandsleysi við umheiminn og hins vegar þá kerfis áhætta því að það verði lokað á landið og í raun hvað var þetta þá finnst mér það ekki skipta neina máli hvers lenskur eigandi fyrirtækisins þetta fyrst og fyrst hvort að fyrirtæki sem starfsemi hér og þá væri nær að kanna að mínu mati hvort að það sé hægt að fara í samræmt viðbragð við hamförum og þá ræða við þá þessi fyrirtæki sem í þessum rekstri hvernig það væri hægt að samræma slíkt viðbragð og hvað hitt var þar upp á okkur kerfisáhættu þá væri það náttúrulega besta leiðin væri að hafa fleiri valkosti innlenda sem störfuðu innanlands en slíkur aðili hann að hafa töluverða innviði sem hann getur tekist á við þá gríðarlega aukningu í greiðslumagni á einu bretti og það þá að vera aðili með töluvert mikinn rekstur ef við ætlum að fara að taka alla greiðslumunni í landinu í gegnum slíka lausn þá var það ekki eitthvað sem við keyrum upp á einni nóttu það þarf að vera eitthvað sem þarf að vera búið að byggja upp yfir það tíma og þá væri betra að leita til aðila sem eru með þá lausnir eins og dankortið eða horfa til þess hvað verið að gera í öðrum löndum þar sem að fólk ekki með bankareikninga eins og að taka hlutina gegnum símkerfin og slíkt að þá raunverulega að nýta það lausnir sem eru til og athuga hvað hægt að gera í þeim efnum hvort að þeir séu að tryggja það séu innviðir innanland sem getur tekið við ef svo færi að við lendum í algjöru sambandsleysi og svo það má líka benda á að heimild að leita trafikinn sem ræðir hún í eðli sínu mjög þunn þannig að það þarf ekki mikla bandbreidd þannig að það væri hægt að tryggja forgang og slíkum samskiptum kjörnum gerfinött að þá getur það líka verið eitthvað sem væri hægt að skoða. Spurningin þessi, hefur þetta verið skoðað með þessum hætti eða verið að einblína á það að koma upp einhverju svona kerfi sem væri þá bara starfandi hér. Þetta fyrsta spurningin. Næsta spurning að ég sló í gær upp nokkrum vísitölum
og tók frá lok árs 2001 til lok árs 2022. Á þeim tíma hækkaði verðlag 160%, laun hækkuðu umfram verðlag 60% eða 300% eða það blir fjórfölduðust. En á sama tíma hækkaði húsnæðisverð á höfuðborgarsvæðinu 540% eða rúmlega sexfaldaðist. Og miðað við hversu mikilvægt húsnæði fólki og við erum búin að sjá þarna gríðarlega gliðnun milli þessara kjara, þarf ekki að ná einhverju svona jöfnun á þessu aftur, að ná húsnæðinu nær öðrum fjármagnsliðum í vísitölu til þess að skapa þá ef það er raunverulega áhugi fyrir að skapa eitthvað ró á vinnumarkaði, að þá hlýtur að verða að horfa til hversu mikilvægt húsnæði að ef að breytingin svona mikil, og hún benda á það að breytingin verður býsna mikil bara á síðustu 4 árum, að frá 2018 þá hækkar húsnæði 50%. Á sama tíma hækkar launin 35% og verðlag 25%. Spurningin getur Seðlabankinn brugðist við þessu? Ef hann getur það ekki, hver getur það? Svo síðasta sem langar að koma inn á, það að skoða hagnað bankana og meðal við, og svona bara til að klára hitt að það minnst að skýrslunni að hækkun húsnæðis bara núna frá 2019 til 2022 var umfram 2 staðalfrávik, þannig að það svona kemur inn alveg stiður þessa niðurstöðu hjá mér, sko. Annars sem ég tók eftir, það var að vaxta tekjur bankana voru að hækka býsna mikið þarna núna bara upp á síðkastið. Og á síðasta ári þá leitaði ég að hagnaðartölu bankana sem hjá Landsbanka 17 milljarðar og Íslandsbanka 24 milljarðar og Arion banka 28 og svo hjá Kvikum sem náttúrulega minni aðili með 5 milljarðar, samtals yfir 75 milljarðar. Hvort að þetta sé ekki svolítið mikið fjármagn sem að fer út úr hagkerfinu til bankakerfisins, hvort að þetta sé innan eðlilegra marka og hvort að það sé eitthvað sem þurfa að grípa inn í hér. Og svo kannski bara til að klára þetta miðað við minn skilning á vandamálum bandaríska banka, þá snýst það að þeir hafi fjármagnað sig til lengri tíma á skuldabréfum og lágum vöxtum, og svo þegar vextir Seðlabanka Bandaríkjanna hækka töluvert mikið, þá verða þær skuldbindningar illseljanlegar, sem að veldur því að þegar að fólk tekur út þá geta þeir illa fjármagnað úttektir. Erum við einhverju leyti með sambærileg vandamál hér? Þetta margar spurningar. Og fyrstulega varandi greiðslumiðlun, þá bara þakka ég þetta punkta sem þú ert með. Við erum með teymi í Seðlabankanum sem hefur verið að vinna að þessu, og þetta er kannski ekki mitt alveg sérfag, ég verði viðurkenna það, en það er alveg, ég alltaf tekið til því að þeir sem eru mjög inn í þessum málum, að þeir eru mjög brennandi fyrir þeim, sem ég sé að þú ert líka, sko. Ég tel að við getum náð það sé tölvöld mikið hagræði sem við getum náð fram í varðandi greiðslumiðlun, og bæði og við getum bæði unnið hæginn fyrir bankana, og líka það að við getum lækka kostnað fyrir almenning, og við þurfum meira öryggi. Þetta er eitthvað leyti samhæfingavandi, og það er ástæðan fyrir því af hverju Seðlabanki komin inn í RB, til þess að eitthvað leyti að þegar við erum þannig inni, þá geta bankarnir verið með samráð þessa innviði sem þau geta ekki annars, út frá sanngirnissjónarmiðum, en á sama tíma líka rétt hjá þeirra, við verðum að fara að sjá árangur, og það í því ljósi sem að Seðlabankinn hefur nefnt að án sem við teljum reyndar að við getum pantað lagasetningar á Alþingi, að við höfum nefnt að mögulega þurfum við löggjafinn að koma málinu til þess að, en ég tel sjálfur ekki fullri reynd varðandi þetta. En þetta allt saman þættir sem alveg verðt að hafa í huga, en að vísu verkefni fjármálastjóringanefndar fyrir meðan fjármálaeftirlitsnefndar. En
Má ég kannski varandi en punkt með sko í öðru löndum þá séu farið að nota fleiri leiðir til millifærslna og svona það vegna löggjafar sem kom frá ykkur PSD2 það komið á Íslandi líka við erum bara kannski ekki farin að sjá það mikið í framkvæmd þannig að en allavega eins og ég skilir það þú getur líka leirni ef að þú kannski kannt meira í þessu Já, bara svona account og account lausnir það sem verið að beita á milli reikninga án þess að við komum svo með lagaumhverfið sem opna fyrir þetta rétt þakkaði fyrir að taka þetta fram ég fyrst hvað var húsnæði að þá hefur húsnæði hækkað umfram verðlag á þessum tíma og það kannski margar ástæður fyrir því ég svona alla jafna eyðir fólk og heimilinn að meðaltali 20% af sem ég var ástæðan tekið með húsnæði og það búið að vera nokkurn stöðugt frá því að mælingar hófust sem þá bara 1914 eitthvað slúið 10-14 og eins og eru aðri þættir sem hafa áhrif eins og bara vextir hafa lækkað á húsnæðislánum og ekki bara núna þetta bara svona leikni alveg frá 94-95 og svo náttúrulega bara ýmsar kröfur sem eru gerðar til húsnæðis sem voru ekki áður ég sjálfur tel að eitthvað leyti séu við að súpa segði því að það hef skortur og framboði hef Bing að gera hrundi þarna 2008 og árunum þar eftir við höfum ekki náð að byggja í takt við bara þörf bæði ljósið þess hvað okkur fjölgar hratt og líka það hvað við erum að flytja inn mikið fólki og þið sjáðu líka sko að núna á síðasta ári það var 6-7% hagvöxtur og hérna sem að gríðir með vöxtur og við höfum aldrei getað náð þessum vexti nema þó að flytja inn fólk en leiðu þetta fólk kemur til landsins þá þarf það náttúrulega líka húsnæði til þess að búi og það leiti þess að það gríðilega mikið eftirspurn eftir húsnæði það bara þrýstingur á fasteignamarkaði og við höfum verið að reyna að vega á móti því enda kemur fasteignaverð beint inn í verðbólgu eins og verðbólgan mæld með því að hækka vexti og setja lánþegaskilyrði en auðvitað skorturinn leysist ekki með því hann kemur það bara fram á leigumarkaði og ég hef alveg ágjörð því eins og ég sagt áðan að þú spyr hvað aðeins að leysa þetta ég tel að það sé eitthvað litið fyrir aðeins sem hafa áhrif á framboðsliðina sem eru þá bæði sveitarstjórnir og síðan þarna ríkissjóður eða ríkið við einhverjulega getum bara beitt almennum aðgerðum mér finnst sko sjálfum og ég veit ekki hvort ég sé fara út fyrir umbóðmönd sem seðlabankastjóri mér finnst sjálfur að ákveðni hópar á fasteignamarkaði það bara gleymst það hef ekki verið hugað að þeim öllu leyti lausnin fyrir þá en við eigum nóg land en þetta alveg eitthvað sem við höfum áhyggjur af því að og þess vegna höfum við verið að leggjast gegn hækkunum á fasteignaverði þó það sé óvinsælt og fólk segir það að það komast ekki inn á fasteignamarkaðinn þá höfum við verið að leggjast gegn markaðnum og gegn hækkunum á honum bara því að við höfum líka áhyggjur af því að það sem að hækki það sem geti sem komið niður aftur við getum séð að lækka inn á fasteignaverði en það eins og ekkert mjög vinsælt sko erfitt að sko beita vöxtum á okkur álíka á fasteignamarkaðinn en það þarf allir bústaðar mögulega getur búið lengur hjá mamma og pappa og eitthvað svona en það samt þannig að þú þarft eina íbúð á hverja fjölskyldu sko og þannig að þetta ekki sérstaklega þessi meðul sem við erum að beita ekkert endilega það sem við myndum óska okkur að gera og það rauninni að reyna að bregðast við ólíklu framboði með því einhvern veginn að takmarka fjölda kaupenda. Það skapa sín einhver önnur vandamál, einhverju hópar dett út á fasteignamarkaði og hafa ekki úrræði til þess að fá þak yfir höfuð. En það sem takmarka hvað við getum brugðist við því. Það kannski frekar þið sem ætti eða þingið sem ætti eða þeirra aðalega sem starfi í einhverju umboði sem ætti huga því. Varst ekki bankana? Það sem gerðist eftir 2019 þegar bankarnir komin á fasteignamarkaðinn og sem ég tel í þjóðlega til jákvæða þróun og þeir hafa náð að taka við fasteignalánum
án þess að fjölga fólki og í rauninni bara fækka fólki. Og það hefur leitt til þess að vaxtatekjurnar hafa vaxið mjög mikið. En eins og þú veist, þá er þannig við hækkum vexti, við ætlum þess að bankarnir miðli þessum vöxtum áfram. En á saman tíma erum við líka með annan kanal sem innlánin. Og þannig að við ætlumst líka til þess að sá markaður virki, þar að segja að innlánavextir hækki í kjölfarið á stýrivöxtum. Þannig að vaxtamuninn sé ekki aukast. En við höfum takmarkað stjórn á þessu. Þetta er að þrátt fyrir allt frjáls markaður. Og ég segi, eins og spurningan það kom fram, að fólk hefur áhyggjur af þeim miklu valdheimildum sem við erum komið með. Það er mjög erfitt að fara að bæta við, sko. En sko, við það, sko. En hins vegar held ég það að mesta skýringin á auknum vaxtatekjum sé bara það að þeir hafi bara bætt við sig heilum útlánaflokki og gátu gert það án þess að í rauninni að bæta við fólki og rauninni hafa það fækka fólki í rauninni. Mjög mikið. Hvað með skuldabréfa áhættuna? Já, skuldabréfa, já. Sko, bankarnir gaf ekki fjármagn sem með skuldabréfum úti fyrir að heldur hafa þeir tekið skuldabréf upp í eignasafn sitt og þau hafa verið færið ekki á markaðsverði. Þessi hættu er ekki til staðar hér. Bankarnir eru ekki með neitt af löngum skuldabréfum. Þetta er allt saman stuttir víxlar eða eitthvað líka. Þannig að þessi hættu er ekki til staðar. Og svo var önnur spurning heldur veikleika fjármálakerfisins. Það er eiginlega eitthvað sem AGS mun kynna undir eftir heldur veikleikar. Við teljum að kerfið sé tiltölulega sterkt. Við teljum að við höfum til unnið hérna heimauðina og ég er ekki að tala mig, en það okkur hér endilega bara marga aðilega sem hafa komið að þessu verki árunum eftir hrun, byggt kerfið, unnur sem þarna yfir eftirlitinu og forvöruminn yfir Seðlabankanum og fjármálaráðuneytið og fleiri aðilar. Það er allt saman hefur verið samstarfsverkefni sem við höfum unnið saman og ég trúi því að við höfum byggt upp tiltölulega sterkt kerfi, en auðvitað þurfum við að fylgjast með því. Og ég leiði mér líka að halda það fram að þessi atburður í Bandaríkjunum lýsa því hvað fjármálaeftirlit er mikilvægt. Af því að þessi litlu svæðisbanka kölluðu sem eru undar risastórir eins og Silicon Valley Bank, þeir voru undanþegnir fjármálaeftirliti. Og hvað það voru svo litlir eða bara eitthvað líka eða ekki kerfislega mikilvægur og hvaðan átti aðhaldið að koma? Hvað aðhaldið átti að koma frá sparifjáreigundum? Einmitt, já, og svo þegar aðhaldið kemur frá sparifjáreigundum og fara þeir þá bara brenna þeir upp þannig að mér þetta sem gerist þarna í Bandaríkjunum eitthvað lítið sýnir fram að mikilvægt þess að við séum með samþættingu og ég tel að það sem feilaði í peningastefnunni áður var það að fjármálakerfið vexti voru hækkaður og síðan bara fór fjármálakerfið af stað og hætti ekkert. Það kom bara fjármálabóla. Þannig að mér finnst gott og öflugt fjármálaeftirlit vera með mikilvægt þess að tryggja önnur markmið Seðlabankans og að við séum að fylgjast með þeim. Og þó reyndar maður getur aldrei gert sér nákvæmlega grein fyrir að það koma. Það kemur alltaf upp ný áhætta, sko. Og kannski svona næsta vinna sem við þurfum að fara að hugsa og eitt aðalefnið í þessari skýrslu sem er kynnt í dag er það að náttúrulega viðbragðsáætlun, hvernig ætlum við að bregðast við áætlun. Það getur svona næsta skref að við förum að velta þessu fyrir. Heyrði, þá er það Diljá Mist Einarsdóttir. Já, takk og takk fyrir þessa yfirferð. Á allt öðrum nótum þá rak ég augun í skýrslunni í umfjöllunum samskipti við önnur eftirlit á Norðurlöndum og í Eystrasaltinu út af þvingunaraðgerðapakka Evrópusambandsins gagnvart Rússlandi og rússneskum ríkisborgum í tengslu við innrásinni í Úkraínu. Mig langaði að spyrja, ég ger nú ráð fyrir því að þetta samstarf sé svona áframhaldandi. Mig langaði bara að spyrja hvort að hafi komið þetta eftirtektavert út úr þessu samstarfi svona sem hægt er að greina frá. Unni, vill þú svara því? Já, ég held að Björk sé nú að næra þessu. Já, þetta kannski, þetta er í skýrslu fjármálaeftirlitsnefndar. Já, það er aðeins getið varðandi svona, þetta voru náttúrulega
þessi sameiginlegu, það náttúrulega var aukið svo umfangið á hverjir væri á þvingunarlistum og líka eftirfylgni með því að passa upp á að það væri virkilega ekki verið að opna fyrir viðskipti við þá aðeila fyrirgeði Björk. Já, kannski bara eftir að segja að þetta var, það svona samstarfshópur norrænna og baltneska ríkja sem snýr að aðgerðingu peningþvætti og þetta þegar að þessar umfangsmiklu þvingunar reglugerðir voru innleiddar, þessi þvingunarpakkar, að þá átt sér stað svona regluleg fundir á milli þessara aðila og þarna voru við raunin að læra af hvort öðru, hvernig var réttar aðgerðir og hvernig var hægt að nálgast þetta því þarna var verið að setja þvingunaraðgerðir sem hefði ekki þekkst áður og reyndu á bara túlkun og annað. Þannig að það var heldur vinnan sem að vera að vísa þarna í, unnur það ekki rétt hjá mér. Já. Og það var, þannig að ég held að við grætum heilmikið á því, þarna fengum við ákveðna hugmyndir hvernig við tekjum málið áfram og þetta var náttúrulega mun svona, þessi ríki voru að fást við þetta í miklu meira mæli heldur en við. Voru náttúrulega að fá meira af flóttamönnum til sín og sem að kannski voru ekki endilega með skilríki með sér og þannig að það voru alls konar tengd verkefni sem að voru þannig til umræðu. Og þannig held að svo sem ekkert meir það að segja. Nei, sjálfur sér ekki sko. Og þarna erum við erum í nánu samstarfi við Norrænu ríkin og líka á Evrópu vettvangi og þetta fyrir okkur sem lítið land, þá skiptir þetta alveg ótrúlega miklu máli. Og þetta áframhaldandi utan þetta verkefni? Já. Takk fyrir það og þá vildi Ásthildur Lóa Þórsdóttir fylgja eftir. Já, ég bæði með aðra spurningu og reynda líka eftir með það tími sko. En ég ætla að byrja á samkvæmt því sem hér var sagt áðan, það 90% af eigin fjármálafyrirtækja á markanum sem mjög hátt hlutfall og ljóst að þeir geta haft gríðarlega áhrif bæði á gengi og verðbólgu. Og samkvæmt fréttum hagnaði bankana kom til dæmis fram að útlán Landsbankans hefðu aukist 160 milljarða á 112 mánuðum og stærsti hluti þess víst til fyrirtækja. Útlán bankana í sjálfu sér peningaprentun og það staðreynd að 50 króna í umferð hefur orðið til á undanfarnum 2 árum. Einnig það staðreynd að bankarnir að hagnast alveg gríðarlega á verðbólgunni en það verið að eina fjármunum heimila og fyrirtækja til þeirra í bílferðum og ég vil því spyrja, hefur það verið skoðað hver þáttur bankana í þeirri verðbólgu sem nú geisar og hvað hefur verið gert til að draga úr peningamagni í umferð á undanfarnum 2 árum frá því að ljóst var í hvað stefndi og hvað hefur verið gert til að draga úr útlánum sem bara peningaprentun bankana annað en að herða á skilurinn til neytenda á undanfarnum mánuðum. Þannig að þetta var svona það sem að ég myndi vilja spyrja svo ég með smá eftirbyrnum og ég taka hann líka. Jó, erstu. Já. Fyrst varandi sáttaferli. Hvernig tryggt að bankinn bætir á sig þegar það getur ekkert komið í ljós fyrir í næsta söluferli? Það sem ferlið gæti hugsanlega bara endurtekið sig, bæði brotið og ferlið. Það ekki eins og innan bankana sé fólk sem hafa ekki vita betur, þannig að meint brot hljótaflokkast undir einbeittan brotavilju og peningasekt fyrir bankan hefur allar mikið að segja um sér þeimunhærri. Og svo varðandi innheimtufyrirtækið, þá það ljóst að lögmannafélagið tekur enga ábyrgð á þeim fyrirtækjum sem lögmenn reka og þetta oft fyrirtæki sem eru mjög stórtæk í innheimtu smálán. En ég hef einnig fjölmörg dæmi að innheimtufyrirtæki undir ykkar eftirliti hafi haldið til streitu kröfum sem ekki standast. Það ekki fyrr en fólk leitar til hagsmunasamtaka heimilina og það hafa fengið þar sem að það hefur verið skoðað og komið í ljós og þeir var hjálpað viðkomandi að kæra til Neytendastofu að fyrirtækin drægi kröfuna tilbaka. Og í einu tilfelli var þetta til dæmis banki með 14 milljón króna kröfu sem var fyrnd. Og ef viðkomandi hefði ekki leitað til hagsmunasamtakana engilega að vita hvernig það enda var bankinn ekkert á þeim buxunum að gefa þetta eftir vinna var málaður út í horni kæru til Neytendastofu. Og spurningin var hvort ykkur þykir það verið eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir eða tilhönd fjársvika. Og hvað þarf að koma til svo að slík háttsemi sæti einhverjum raunverulegum viðurlögum og hversu langt geta brot eftirlitsskyldra fyrirtækja gengið og hversu oft geta þau ítrekað við áður en verða hreinlega svipt í starfsleyfi. Og það virkilega fullnægjandi eftir að hafa haldið einstaklingum í skelfilegri spennistreyju svo mánuðum og jafnvel svo árum skiptir sem bara hægt að segja úps, við erum hætt við. En það eru viðbrögðin sem nægja til þess að Neytendastofa sjá ekki ástæðu til úrskurðar. Já, nákvæmlega bara svona getur sagt. Sko fyrst hvað var útlán eða bankarna svo framins þá var það þannig að náttúrulega Seðlabankinn náttúrulega stóð að þarna gjaldeyrissölu á árunum 2020-2021 sem voru upp á 200 milljarða. Þessi sala var ekki stíð þannig að
Þannig það eru bara 200 milljarðar sem við tókum úr umferð þá með þessari sölu og við höfum ekki sett peningan aftur í umferð. Eins og peningastefnan hefur verið þá var það þannig að við setjum stýrivexti og síðan erum við með innlán í Seðlabankanum þar sem bankarnir að leggja peninginn. Þannig á þetta að virka. Ef að og þessi háu vextir er þá draga peninginn inn í bankan. Ef þetta er ekki virka nægilega vel þá kemur alveg til greina að grípa til aðgerða til þess að hafa heimil og útlánabankana með einhverjum hætti við reyndar þá erum við önnur nefnd náttúrulega ekki þessi en náttúrulega fjármálastöðugleika nefnd og hún hækkaði séubljóðnarauka hækkaði eiginfjárkröfu á bankana svo til þess að draga útlán og þannig að en yfirleitt reiknum við með því sko en það eru samt aftur tölvöld mikil inngrip í markaðinn það ætla bara að grípa fram fyrir hendunar á bönkunum með þessum hætti en ég svolítið sér útiloka ekki slíkar aðgerðir ef þarna á þarf að halda en það náttúrulega önnur nefnd sko sem fjallar það ekki þið takið ekki ábyrgð á því öllu saman. Nei. En seinni spurningin. Já, það var varandi sáttar, samkomnu sátt, við erum kannski ekki beint að nota þetta sáttaferli hugtak, en varandi úrbæturnar að þá, nú er ég bara að tala almennu nótum, ef við komumst að niðurstöðum brot í einhverju tilvikum þá setjum við alltaf fram úrbótakröfur og þær geta verið mjög margvíslegar eftir hvert bara tilefnið sem eiga þú veist að tryggja það að háttsemin lagfærð og gerist ekki aftur auðvitað alltaf vandasamt þegar kannski háttsemin snýra einhverju framkvæmt við erum ekki inn í eftirlitsskylda aðilunum að fylgjast með að hann sé á hverjum tíma að fylgja lögum og reglum en við höfum við setjum fram úrbótakröfur og til dæmis ef málið er lokið með sátt að þá í rauninni samkomulsátt skilyrt því að úrbætur séu framkvæmdar. Við höfum tekið við getum tekið það út sjálf með ýmsum hætti, við getum líka látið innri endurskoðanda til dæmis takið út hjá þeim og svo lagt mat á úrbætur að innri endurskoðanda og það hefur líka komið til að við höfum skipað sérfræðing sem hefur haft þetta hlutverk eða verið inn í aðilanum og fylgst með úrbótum. Varandi innheimtumálið eða innheimtu þá nefndur þarna aðilega sem að lítur okkar eftirliti, nú hef ég bara ekki forsendu til þess að geta svarað þetta tiltekna mál. Þannig að bara, já, að þá náttúrulega óskum við eftir að vonandi fá við þessar ábendingar til okkar og það eitt af þessum okkar eitt af okkar verkefnum að taka á móti svona ábendingum og leggja mat á þar og kanna hvort sé tilefni til þess að fara í einhver athugun vegna þeirra. Það ekki við úrskurðum ekki í einstökum málum en við tökum svona ábendingar til okkar og á grundvelli þeirra þá metum við hvort það sé rétt að kalla eftir sjónarmiðum eða fara áfram með máli á grundvelli svona almenns eftirlits. En það líka úrskurðarnefnd viðskipti fjármálafyrirtæki sem að skera úr einmitt svona mál þar sem ágreiningur milli viðskiptavinar og fyrirtækis. Takk fyrir það. Logi vil koma örstutt að. Freistandi að spyrja í framhaldi af þessu með útlánsbankana hvort við erum ekki alveg ótrúlega snúin í stöðu. Seðlabankinn hækkar vexti, hækkar sveiflujöfnunar auka og eykur binduskyldu til þess að reyna stoppa bankana í þessum gegndarlausu útlánu, maður getur notað það orð, á sama tíma að flytja hingað til þess að taka þátt í íslensku atvinnulífi alveg ótrúlega stór hópur, meiri fólksfjölgun hér heldur en í nokkru Evrópulandi og eins og Seðlabankastjóri kom inn á áðan þá þarf þetta fólk að búa einhvers staðar. Þannig á sama tíma og við þurfum að blása í eftirspurn auka eftirspurn á húsnæðismarkaði þá erum við að reyna samt líka að dempa útlán til kannski sömu fyrirtækja. Nei, þetta bara ekki auðvitað staða sko. Og það líka fyrir að það gengur vel í nýsku atvinnulífi, við sjáum það er mikil hagvöxtur og mörgum fyrirtækjum svona misjafnt vil ekki gera en mörgum fyrirtækjum gengur vel og við náttúrulega viljum að bankarnir náttúrulega standa út í fjárfestingu
og þeir eru bara sko, við erum að tala peningastöðum núna sko, en það náttúrulega tölvöld mikil ábyrgð sko, við þurfum líka alltaf að hugsa það sko, ef við erum að gera eitthvað núna í dag sko, sem kannski hefur ekki áhrif almennilega fyrir 6 mánuði, hvernig verður staðan svo þá? Minna við peningastöðum nefnd sem við nefndum náttúrulega hækkaði vexti mjög hratt í síðasta sumar, 300-400 punkta, hægði síðan á sér, það því við viljum bara sjá hvað myndi gerast, en síðan náttúrulega bara var miklu meiri kraftur í efnahagslífinu, og það er alltaf bara mjög mikil ábyrgð alltaf að fara að grípa til vera með mikil inngrip í markaðin. Fólk verður ekki ánægt, menn þetta er náttúrulega mikil inngrip í það sem að fjármálastjóraganefnd hefur gert, það er að setja þessi lánþegaskilyrði. Það er líka fyrir að það er bara stór hópur af fólki sem var lokað frá fastamarkaði með þeim. En nei, við erum ekki í auðvitað stöðu, það er á rétti þau. Herri, takk fyrir það, og nú erum við að verða búin á tíma, en mér langaði hér að koma með 2 örstuttar hugleiðingar til ykkar, og það er að svo fyrri er að í skýrslunni kemur fram að bankar og fjármálafyrirtæki hafi fjárfest í nýjum og hagkvæmari grunnkerfum. Mér langaði bara að heyra þessu útskýringu á hvað það þýðir og hvort þetta sé eitthvað tengt þá bara varðandi netógnir, netöryggi og svona þessa upplýsingatækni áhættu, hvort að fyrirtæki og fjármálamarkaði hafi verið að fjárfesta í því og því að fylgja því eftir að það sé í lagi. Og svo langaði mig líka aðeins að grípa boltan hjá þér, Björk. Þú nefndir áðan að hluthöfum hefði fjölgað mjög á hlutabréfamarkaði, og frá 2018 voru þeir rúmlega 20.000 og þeir eru komnir hvað í 74.000 eða eitthvað slíkt, held ég að ég hafi lesið. Ég hef verið þeirra skoðunar persónulega að við höfum þurft að virkja meira almenning til hlutabréfakaupa, og ég vildi bara örstutt heyra afstöðu ykkar til þess hvort að því fylgir því vel eftir. Ég held að það hafi verið mjög til bóta sem að gerðist eftir bankahrunið, að öll upplýsingagjöf til fólks var stór aukin og fólk þarf að taka meðvitaðri ákvörðun við hlutabréfakaup sín, og hvort að hvernig eftirliti ykkar er háttað hvað þetta var. Takk. Björg, þú kannski bara svara báðum spurningum. Já, varðandi grunnkerfin er þetta ekki verið að vísa til Sopra innleiðingarinnar sem er búið að vera í innleiðingu raunar í nokkur ár. Þó að þessi getuð það hér, þá líka getuð í eldri skýrslum. Þetta er búið að vera mikil fjárfesting og mikil verkefni að innleiða, og það er verið að skipta út gamlum kerfum sem voru upphaflega RB-kerfi. Það er bara endurnýjun sem eins og við þarf í þessum. Það er fyrst og fremst verða vitni til þess, já. Það kannski bara bæti við að þetta náttúrulega er að vera að byggja ofan á þannig að nýtt millimákerfi Seðlabankans sem var tekið upp. Og þetta er náttúrulega, það er að taka út þessi svokölluðu RB-kerfi sem eru kerfi sem hafa verið byggð smátt og smátt með ýmsum reddingum. Núna er það bara að vera að taka algjörlega nýtt kerfin sem ætti í rauninni að leiða til minni kostnaði fyrir þá þegar til lengri tíma litið, þó þessu dýrkerfi að setja upp undir. Já, varandi eftirlit með upplýsingagjöf, og þá ertu aðalega að hugsa þessa almennu fjárfesta, að þá er eftirlit með því margs konar. Það er bæði viðbragðseftirlit þegar við fáum okkur ábendingar til okkar, og svo líka frumkvæðisathuganir, og við erum núna í þessum svona farvegurum að móta þarna eftirlitið í þessu viðskiptahátta eftirlitinu hjá okkur, að gera svona meira átumiða, og þetta er eitthvað sem líka í þessu nýlegu máli sem hafa verið uppi, það hefur svona gefið okkur ákveðna vísbendingum að þarna þurfum við að. Og það má kannski segja líka fjárfesta verndar hugtakið hefur verið svo mikið treyst í, búið að byggja miklu meira undir það í löggjöfinni,
þannig að það er mikilvægt að við höfum nú ég hérna, finnst ég ennþá að vera hérna, en hérna, sko séum í færum til þess að fylgja því vel eftir, þannig að það er saman almennt viðskiptahátta eftirlit og fjárfestaverndar, því þetta er hérna af sama meði. Það er ekki langt síðan að við settum þetta með saman í hérna deild. Já. Og það er líka löggjöfin. 2018. Já. En síðan hefur löggjöfin styrst og varðist. Þannig að þetta er áherslumál hjá okkur núna fram á veginn. Sko. Takk fyrir það. En þá erum við komin að loka þessa fundar og ég vil fá að þakka Ásgeiri Jónssyni Seðlabankastjóra, Unni Gunnarsdóttir, fyrrum varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits og nýjum varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits Björk Sigurgísladóttir kærlega fyrir komuna. Og ég vil einnig fyrir hönd hér efnahags- og viðskiptanefndar og þar með Alþingis fá að þakka fráfarandi varaseðlabankastjóra fjármálaeftirlits fyrir hennar störf og óska þér Unnur velfarnaðar í öllum þínum störfum í framtíðinni og að því sögðu að þá slít ég fundi og þakka fyrir góða fundarsetu.